Síðsumars árið 2006 er Ómar Ragnarsson enn einu sinni á flugi yfir landið. Áfangastaðurinn er umhverfi Kárahnjúkavirkjunar. Á svæðinu hefur Ómar markað sér lendingastaði sem gera honum kleift að fljúga á milli staða sem annars væru aðgengilegir. Ein af þessum flugbrautum er ósléttur melur á bökkum Jökulsár í botni Lónstæðisins. Í hvert sinn sem hann lendir notar hann tækifæri til að taka til hendinni, einn og án utanaðkomandi hjálpar. Lengdin á þessum brautum er á 15 kílómetra og svona smá handverk er náttúrulega ofsalega seinlegt. Þessi er náttúrulega langerfiðastur, hann er grófastur og hinir eru bara draumur miðað við þetta. Ómar Ragnarsson er hér lentur í aðstæðum sem krefjast alls af honum. Hann er hér að reyna að skapa sér svigrúm til að geta sinnt starfi sínu sem fjölmiðlamaður. Allir fjölmiðlamenn lenda í því að þeir fjalla einhver mál sem er ekki vel séð að þeir sé að fjalla. Og þeir fá þrýstingu frá að vera ekki að fjalla. Ég hef fengið þennan þrýsting í þessu máli, aðri fjölmiðlar í öðrum málum. Við verðum að standast þetta. Það sem snýst er Kárahnjúkavirkjun, en þar er verið að vinna við mestu virkjunarframkvæmdir sem átt hafa sér stað á Íslandi frá upphafi. Stíflugerðin er spennandi verkefni og áskorun fyrir verkfræðinga, en jarðvegsstífla af þessari stærðargráðu hefur aldrei verið gerð hér á landi og ótal þættir sem verður að taka tillit til. Jökulsáin hverfur ekki bara úr upprunalegum farvegi, heldur er vatninu veitt samtals 40 kílómetra löng göng til stöðvarhússins. Skammt ofan við stífluna hefur Landsvirkjun útbúið útsýnistað þar sem sér yfir vinnusvæðið og hægt er að fylgjast með þeim gríðarlegu framkvæmdum sem eiga sér stað. En héðan er það einungis stíflan og umrótið í kringum hana sem blasir við. Það sem hins vegar er hulið sjónum frá þessum stað er allt svæðið fram að jökulrótum sem fer undir vatn. Og það er hér sem Ómar vill bæta úr, því að hann býður nú upp á útsýnisflug yfir allt virkjunarsvæðið. Halló. Já, hvað ertu núna? Nei, ég er 18 kílómetra lengra en ég er að fara í flug núna með fólk. Hvað eru þið mörg? Við erum 3. Já, allt í lagi. Komdu hingað, það eru 18 kílómetra í mig. Býttu nú við skulum sjá, þau eru hvað, 4, já, 1, 2, 3. En hvað er það sem knýr Ómar til að standa fyrir slíkri útgerð hér upp á Reginfjöllum? Upplýsing. Þúsundir Íslendinga hafa farið hér í borðsferðir þar sem við fá að vita allt aðra hliðina mjög lítið hérna. Svo mér langar til að veita upplýsingar báðar hliðarnar. En ég get ekki farið með fátt fólk, mér er alveg sama. Ég fer bara eins marga og ég get. Pabbi! Það borgar þig ekki fyrir því? Nei, þetta verður stór tap á þessu. Það verður það. En ég bara fer eins langt og ég kemst á þess að verða gjaldþrota. En hvaða væntingar hefur Ómar varðandi framhaldi á því sem hér er að gerast? Ég er núna bara fjölmiðlamaður. Mínar óskir komi ekki málinu við. Mínar skoðanir komi ekki málinu við. Ekki núna. Ég er ennþá fjölmiðlamaður. Veit ekki hvað ég vil lengi. Kannski ekki á morgun. Kannski ekki eftir ár. En kannski verð ég áfram alltaf fjölmiðlamaður. Ég er viðbúinn að hætta. Viðbúinn að fara í eitthvað allt annað. Á morgun.
Í millitíðinni mikil aðsókn að komast í flug og menn þurfa að bíða til að komast að. Því allt þetta flugævintýri Ómars nokkuð laust í böndunum og háð aðstæðum hverju sinni. Nú maður búin að taka mynd af því helsta hér, slóðir. Ég mættur. Hvernig kemur það mér? En nú að margir komni, hvað komni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Já, við erum 2 sko. Ég semst Helgi sem við búin að tala við. Já, blessa, já. Hverju þetta var allir þessir? Nei, við erum hérna 4. Það eru 1, 2, 3, 4, 5. Já, sko. Það eru 4 saman. Ringja fokkurinn. Það eru 4 saman sem Það eru 4 saman hér. Það ganga mikið. Já, ég veit það og þess vegna get ég nú gert eitt ef þið yfir að. Ég ætla bara að henda þeim inn í kringisaruna. Já. Ég er vanur að lenda niður á bakkanum þar sem gljúrabúðin var. Já. Ég á bara eftir að skoða hvort að ég geta hana í þessu myndi, þessu leiðilega fjandars myndir. Þetta Kárahnjúkur hérna. Hérna er þetta að lappa niður núna. Þetta heitir niðurgöngugír. Já. Sjá hvernig flott hérna. Koma bara upp í þessu. Hérna eru fallegi klettar og flugbrautin mín. Þetta heldur sem að tala með fólkið sá flúðið. Já, það er aðeins innar. Þetta kalla ég Arnarkvól. Hér er svo flúðin. Já, hérna er flúðið. Já, og þetta er Rauðaflúð. Hér lendi ég og það er lappa inn á flúðinni. Hérna er göngulegin, Jói. Bara að gá á vindinum. Ég er bara að gá á vindinum og flugvöldinum. Þetta er stærsti hérna hjallinn. Ég fann ekki þennan lendingarstað fyrir nokkrum árum. Jöfnveld, mikið tréðavindur. Þetta er líka svolítið óslétt. Er þetta allir lagi fyrir hjólinn? Já, já. Þegar lendir í kringilsárannanum býðst tækifæri til að ganga svæðið. En áður en gönguferðin hefst útskýrir Ómar það helsta sem fyrir augu ber. Hreindýr og gæsir og eitthvað, þetta sé mjög gott svæði fyrir þau. Já. En þetta er svo ofsalega víða á þeirra. Færa þau sig ekki bara, þú veist? Nei, málið er það að þetta er minnsta úrkoma hérna. Hér á þessu svæði? Já, minnsta skaflarnir hérna. Já. Enda væru þau ekki hérna, sko, kringilsárannir voru upphaflega friðaður út af hreindýrunum. Þeir óttust að hreindýrin myndu deyja út. Og þá var þetta griðarsvæði þeirra friðað vegna þess að þau hefðu í gegnum árin fundið út að þetta var skásta svæði. Hérna er minnsta úrkoman. Og ég hef komið hérna á vorin sko þar sem er bara autt hér í dalnum þó að sé allt hálendið sé á kafi í kring. Það er snjó. Já, en þau auðvitað verða áfram, það verður hugsanlega fækka í stofninum til þess að þau svelt ekki. Og sko þarna, og ef þið viljið labba þægilega leið tilbaka þá getið þið labbað hinum yfir þá, það er alveg slétt. Og svo bara hérna þvert yfir og koma hérna niður. Og ég fylgist bara með okkur og bara því seinna sem ég þarf að syngja, sem ég þarf að segja ykkur því betra. En ef við ákveðum eitthvað tími, sko, hvað heldur þetta sé langur rúndur, sko? Þeir eru 3 tímar. Er það? Takk ykkur bara góðan tíma. En nú ef þið komið aftur fyrir þá bara fá ykkur inn að skjóla í bílinn. Já, takk. Við sjáumst það eftir. Já. Er þetta vindmælir? Þetta er vindpoki. Já, sama, ég sé hann úr lofti. Ómar flýtir sér að sækja þá sem bíða en á meðan ganga þeir sem komnir eru og skoða náttúruna í kring. Og hér við rætur jökulsins opnast þeim óvænt veröld með gróðurvinjum, lækjum og óteljandi fossum sem koma til með að hverfa og verða aldrei aftur sýnilegir.
Ómar flýgur hverja ferðina á fætur annarri. Svona gengur það dag eftir dag. Hann virðist vera óþreytandi. Við erum hér, svo fljúum við hérna. Ég fer yfir stífluna, ég er vanur að fara niður í gljúfrinni, það er bara svo ofsalega ókyrrt núna, ég vil ekki, við sjáum það bara í fjarska. Svo förum við inn eftir dalnum og hérna, og ég lendi á þessum hérna stað. Bara spennandi að sjá svæðið og búinn að sjá mikið frá það sem Ómar Ragnarsson hefur tekið og sýnt í sjónvarpinu og það er líka svona síðasti séns og ég er viss um að þetta verður alveg frábært að fara. Já, ég hef svona reynt að fylgja svolítið vel með hvað er að gerast og lesa mig til hvað er að gerast bara á sjónarhornin og ég vil gjarna fá að sjá þetta með eigin augum þannig að ég geti tekið afstöðu. Allir eru jafn undrandi hver stórbroti landið er sem kemur til með að hverfa undir vatn þegar lónið fer að fyllast. Þetta mikla mannvirki kemur til með að breyta öllu. Göngufólkið upplifir umhverfið hvert á sinn máta. Bara falleg náttúra sko, það var nú bara þannig sem við upplifum það. Þetta er svona melar og náttúra sem var ekki vanur að upplifa sko. Það er bara þannig. Aðalega gaman að hafa komið hingað og séð þetta. Og það er náttúrulega Ómar að þakka því maður er aldrei getað sko, komist hingað í dagsferð nema með hans hjálp. Það er nú bara þannig. Þetta er hreindýr á hjörðinni. Já, við hittum nú eitt lítur hreindýr. Það var upplifun líka. Ég fann eitt settlítið af kurru. Hérna fann ég landsfjöl. Þessa svetti? Já, stóra svetti af tveimur tegundum. Og svo eru hérna grámölla og jakobsfylla og tungljöstur og mosar. Alveg stórkostlegt svæði, einfaldlega. Gullfallegt. Já, náttúrulega eins og kannski Ómar sagði og hefur bent á að þannig kannski verið svolítið einhliða umræðan í þjóðfélaginu þessi mál og kannski vil maður bara langt frekast mynda sér sína eigin skoðanir út frá svona eigin upplýsingum og þess vegna ákveðu bara að fara að skoða þetta og ekki líka náttúrulega fyrir það að hér eru fullt af hlutum sem hverfa og maður gefst ekki kostur að sjá dattur og þá náttúrulega að gera að drífa sig. Já, eina sem var spælað í dag var að geta ekki hoppa með fólki niður á hérna flúðina. Hún er svo flott. Það eru ekki allir jafn ánægðir með alla þá athygli sem þessi starfsemi Ómars hefur vakið. Hann sem er öðru vanur verður nú var við ónot og illt umtal. En hverjir eru þeir sem hafa horn í síðu hans? Já, ég veit það ekki, þeir eru svo mikið í felum. Þeir sem hafa mest verið að þrýsta á mig til þess að hætta allan þennan tíma er í felum. Og þeir leka til vina minna í gegnum trúnaðarsamtöl því hvað ég muni hafa vont af því að halda áfram og ég sé að taka áhættu sem heitir að skaða mig en ég fæ aldrei að vita hverjir þetta er. Ég veit ekki hverjir andstæðingar mínir eru en þeir eru þarna úti og þeir eru býsna iðnir. En hvers vegna finnst þér að þú þurfa að gera þetta? Ég byrjaði á þessu, ég byrjaði á að fjalla um virkjanir og landið og allt þetta sem ég er að gera fyrir 30 árum og nú á ég ekki eftir nema hvað, ég er 66 ára, 4 ár kannski ekki neitt. Akkur skildi, ég var einu sinni í íþróttum, frjálsum og 400 metra hlaup var skemmtilegasta greinin. Og í 400 metra hlaupinu, þó að maður komi út úr beygjunni og sé gjörsamlega búinn, þá er fyrir öllu að síðustu 100 metrarnir og síðustu 20 metrarnir séu góðir. Það er það sem ég er að gera. Er þetta skemmtilega endarsprettur? Það er æðislegt. 400 metra hlaupi fyrir alltaf skemmtilegast. Miklu skemmtilega en 100. 100 er bara hugsunarlaust, bara búið. 400 metra hugsa allan tíman. Planleggja. Hratt. Mikil orka. Mikil fyrirhöfn. Allt á fullu. Eins og hægt er. Það var æðislegt. Þetta er svoleiðis líka.
Þrátt fyrir að það sé vegur inn með dalnum, þá er hann ekki opinn fyrir almenna umferð. Einungis faratæki á vegum framkvæmdana mega fara þar Hins vegar er frjálst að ganga svæðið og reglulega eru gönguhópar á ferðinni með fólk sem vill kynna sér umhverfið og náttúruna áður en allt hverfur. Góðan dag! Nei, þetta ekki Bjeggi og Ingibjörg? Nei! Já, þú sér þetta allt öðruvísi svona. Öðruvísi að sjá loft. Já, meira sér stíppunar sér öðruvísi. Já, og gljúfrin líka þegar við förum í gegnum Herragangagljúfrin neðst, sko, ekki hitt. Já. Nei, ekki við botninn. Á ég að fara með ljóðið sem er í lokin? Já, takk. Jöklarnar 2. Já. Ég man nú ekki alveg, ég er ekki með bókina. Gljúfra heima þær sverfa og saga með sandsins máttugu þjöl, stritandi aldir ár og daga, öskrandi klungri og möl, leirinn og sandurinn landslagið móta, löðrið klettana þvær, Erró og Kjarval íslenskra fljóta eru jöklurnar 2. Svo náttúrulega lagið okkar Bubba. Það eru bara klökkur. Hvað segirðu? Já, þú kannt þetta. Vá, sástu hvernig bergstáli verða dufti við stútsuðum gljúfrinu. Vá. Á öræfunum verður að virkja landi og lýð til hagsældar. Verktakana styðja og styrkja landi og lýð til hagsældar. Gleður marga gröfur róti, landi og lýð til hagsældar. Og pólverjar að púli grjóti, landi og lýð til hagsældar. Kínverjar að kraki grjóti, landi og lýð til hagsældar. Jabadabadú, græðum hér og nú. Stípla hámun gljúfri gleypa, til þess að forðast kreppuna. Feiknaf leir í lón þar steypa, til þess að forðast kreppuna. Á hverju ári á fullu, til þess að forðast kreppuna. 8 milljón tonn af drullu, til þess að forðast kreppuna. 8 milljón tonn af drullu, til þess að forðast kreppuna. Skúbidúbidú, allir saman nú. Á nokkrum öldum upp mun fyllast, landi og lýð til hagsældar. Leirinn fjúka landi spillast, landi og lýð til hagsældar. Aflvanavirkjun ýmsir snauðir, landi og lýð til hagsældar. Og við verðum líka löngu dauðir, landi og lýð til hagsældar. Við verðum líka löngu dauðir, landi og lýð til hagsældar. Jabadabadá, þótt með tapið þá. Jabadabadú, græðum hér og nú. Mikið hamingju dagar var þetta að hitta þig hér. Til lagi, gangi ykkur vel. Nú erum við að halda árum að tína grjóti úr flugbrautinni. Nú ætla ég að segja ykkur sko frá því. Hérna sjáu þið best hvað lónið er, já eins og skrifað var í leiðara fréttablaðsins, þá var þetta lítið lón. Það nær frá Kárahnjúk sem við sjáum þarna, svo sjáum við Sandfell. Það er litla fellið þetta vinstra megin, það verður Reyja. Síðan nær lónið þetta fyrir hotnið og hingað inn eftir og alla leið hérna og við erum í miðjunni á eftir að ná inn fyrir fossana sem við sjáum þarna og alveg inn í jökul þarna til vinstri. Þarna sjáum við báða endana, síðan sjáum við bakkana sitt hvorum megin þarna uppi og þarna uppi. Við erum á 65–70 metra dýpi og horfum samt niður á botninn. Við erum á svipuðu dýpi og dýpsti hylur Hvalfjarðar en samt sem áður er þetta miklu dýpra. Þetta er meira en 2 sinnum dýpri Hvalfjörður þetta lón. Og það verður pumpar sem svaraði einum Hvalfirði út og inn. Þannig að bera þetta lón saman við eitthvað annað vatn á Íslandi er bara algjörlega út í hött. Þetta er alveg sér fyrirbærið sem þetta lón verður. Og landslagsfræðingar segja að þetta er ein hirð. Þetta er sköpunarverks eins jökuls, allt saman mismunandi og hann bjóð til gljúfrin og hjallana saman og gljúfrin og hjallana... Á meðan Ómar upplýsir fólk svæðið með þekktum ákafa sínum eru framkvæmdirnar við Kárahnjúka komnar á lokastig. Þúsundum tonna af jarðefnum hefur komið fyrir í stíflunni og nú er unnið að því að ganga frá efsta hlutanum og vegi yfir stífluna.
Stíflan er ein af 3 stærstu stíflum Evrópu, tæplega 200 metra há og 700 metra breið. Mikill fjöldi erlendra starfsmanna vinnur við verkið, en það var boðið út á alþjóðlegum markaði. En það hafa verið mikil átök og skiptar skoðanir þessa framkvæmd. Meðal annars hafa sumir vísindamenn lýst áhyggjum sínum og efasemdum öryggi mannvirkjanna vegna jarðfræði staðarins. Ísland er jú síkvikt eldfjallaland. Á meðan verkfræðingar reikna og mæla heldur Ómar áfram að fljúga með fólk svæðið. Fréttamenn eru mættir á einna lendingastöðunum á hálendinu því hann er með óvænta gesti í dag og það telst til tíðinda. Ómar hefur ítrekað boðið ráðamönnum hingað til að kynna sér aðstæður og nú hefur forsætisráðherrann ásamt 5 öðrum ráðherrum í ríkisstjórninni þegið boðum að koma í útsýnisflug við virkjunarsvæðið. Þar að auki að fara í gönguferð og kynna sér náttúruna undir leiðsögn Ómars. Það er bara veisla að fá. Það er veisla. Skal ég segja vesinu með bensín? Getur þið hjálpað eitthvað? Nei, ég ger þetta sjálfur. Hérna sem sagt er veisla hjá innfættrældi og allir stíga við það. Ómar, er það hérna sem við göngum? Hvað segirðu? Við göngum við hérna? Nei, við göngum ekki hérna, þetta er bara miðstöðin, vegna þess að hér get ég aðstæði til þess að... Er það hérna sem ætlar að selflytja okkur á... Já, nei, ég fer núna í, þeir eru búin að borða, tökum þetta bara hugulega, þá förum við bara í sightseeing yfir allt svæðið og lendum svo niður á bakkanum þar sem heitir Rauðaflúð. Þar er svona kílómetri í hvor átt, rólega ganga. Þegar við erum búin þar, þá selflytjum okkur þaðan inn í Kringisörana og þar er það bara eftir smak og behag hver gengur lengi. Það er bara vandfundinn leiðsögumaður eins og Ómar sem getur sýnt fólki eins og okkur þetta úr lofti. Það er mjög gaman að því. Og þannig að þetta er bara mjög skemmtileg tækifæri sem að fá að fara og skoða þetta. Og maður hefur auðvitað séð þetta virkjunarsvæði allt saman áður af sko á jörðunni. Bara hægt að segja það eins og þetta er bara hrein snilld að fá að vera með Ómari og fljúga hérna yfir og hérna fara yfir þessi mál með honum. Það er bara, þó sem maður hefði séð eitthvað þessu áður, þá sjá þetta í gegnum augun og með Ómari Ragnarsssyni. Það er bara hrein og klár snilld, þannig að mér finnst framtakið frábært. Já, hann er bara hluti af þjóðarsálinni. Það er bara þannig. Já, finnst þú allar skemmtilega? Það er bara einn til, sko. Og hann er náttúrulega, það sem hann er náttúrulega að gera og hefur gert, hann er bara að kynna landi fyrir þjóðinni. Og ég held að enginn hafi gengið lengra í því og gert betur í því heldur en Ómar Ragnarsson. Og gert það vel? Afskaplega. Það eru kjöraðstæður í dag og hálendið skartar sínu fegursta. Mikilvægt fyrir Ómar nú þegar ráðamenn eru með í för. Hann sem öðrum fremur hefur barist fyrir að viðhalda og kynna undra heima óbyggðanna. Næsta morgun heldur dagleg rútína áfram, en fjöldi manns hefur skráð sig á lista að komast í flug. Forsætisráðherrann og fylgdarlið hans
hefur nú fengið að kynnast náttúrunni hér frá sjónarhorni Ómars. En fannst þér ekki gott að geta sýnt ráðherrunum að þetta væri ekki bara urð og grjót? Þau voru hugsi. Já. Það er aðalatriðið að skildu 4 stjórnarþingmenn af hverju samþykktu þetta, 42. Já, ég veit ekki hvort að 1 eða 2 aðrir af stjórnarþingmennum hafa nokkuð tíma að segja þetta, ég efast nokkur. Það voru 4 af 42 sem samþykktu þetta sem að sáu þetta loksins núna, allt. 4 árum eftir að hafa samþykkt. Nei, 3 og hálfu ári til að hafa samþykkt. Jæja. En finnst þér eins og til dæmis þessi ferð í gær og hún hafi haft áhrif? Þessi ferð var ekki til einskis, en hvenar það verður, það veit ég ekki. Það var þarna einn ungur þingmaður, Guðlaugur Þórðarson. Hann á langa framtíð fyrir sér sennilega sem stjórnmálamaður, hugsanlega. Þetta skilaði sér. Hann er með upplýsingabanka sem er mjög sjaldgæfur. Hann er formaður umhverfisnefndar og fékk í gær ákveðnar upplýsingar sem að eiginlega engir hafa á þingi nema hann. Örfáir. Það verður gott fyrir hann seinna. Nei, Salverði. Ég er með svona tilfinningu hérna að okkur er sýnt móðgun. Okkur er ekki sýnt þetta eins og þetta er og við fáum ekki að sjá allt og við fáum ekki að sjá hvað skemmist. Já. Það er eins og við séum ekki með fullu viti. Já, þetta er sjónarmið sem er vel orðað hjá þér. Forsætisráðherrann hefði haft gaman að heyra þetta í gær. Já. Fróðlegt fyrir hann. Já, kannski. Já, ég er með þessa tilfinningu. Já. Og einhvern veginn þá nægir þess ekki, sko. Þetta er ekki raunverulegt fyrir mér. Nei, það raun og veru frá því að þetta byrjaði. Þegar ég byrjaði að þvælast þetta þá hitti ég vísindamenn sem voru að rannsaka þetta og undirbúa. Já. Og mjög margir að sögðu við mig prívat. Ég er nú bara að vinna hérna fyrir kaupinu mínu. Ég er ósköp rólegur yfir þessu, ég veit að þetta verður aldrei gert. Þetta er svo geðveikislega flókið og stórt. Já, þetta er mjög stórt og flókið. Svo var það gert. Já. Og þessar upplýsingar þarna í Végarði, mér fannst ég náði þeim ekki. Sko. Ég næði þess ekki inn. Nei, þetta er eins og ég segi, það var afskaplega gaman fyrir mig fannst mér að fara þetta ferðalag í gær með fólk sem að tók ákvörðunina og þá veit ég að 4 stjórnarþingmenn af 42 sem tóku ákvörðunina hafa séð þetta eins og það er. Já. En þá voru eftir 38. Og svo spyr maður sig bara hver tók svo ákvörðunina upphaflega og á hvaða forsendum. Já, það er náttúrulega kannski svipað eins og Íraksstríðið, 2 menn. Já. Yfir kaffibolla. Já, mitt. Já, ég er semst að fara. Ég hef gaman að ég sýna þér. Verður ekki hérna morgun? Nei, við verðum áfram á Jólstöðum. Er það? Já. Athugað morgun. Á þessari vél getur þú farið niður á staðinn sem ég fór með forsætisráðherrann í gær. Já, það er nefnilega það. Og svo reyndar inn í kringisárana líka, þú er ekki komið þangað heldur. Nei, sko, það langar mest að fara. Ég býður upp á 1 stykki Geir Haarde á morgun, en það þarf að borga fyrir það. Ég hef ekki efnað að bjóða hellisföðu þjóðinni. Þú er aðtugar hvort þú hefur efnað því. Takk fyrir, ég hef efnað því. Já, 1 skammtur Geir Haarde. Gott. Veðrið lofa góðu fyrir daginn. En Ómar fær þá upphringingu sem setur allt skipulagið í uppnám. Fallífastökksmenn eiga vélina sem Ómar notar bókaða og vilja fá hana til Reykjavíkur strax í dag. Halló. Já. Það er aðeins 2 möguleikar til að leysa þetta mál ykkar. Það er annarkvort að ég byrði Arngrím Jóhannsson að fara suður og gera þetta með ykkur eða ég kem með vélina suður og skipa öllu sem ég ætlaði að gera hérna. Ok, þá bara kem ég suður með vélina. Þá eyðilegg ég allan þennan dag með fullt af fólki sem var búið að vá. Það er ekkert við því að gera, ég ræði ekki við þetta.
Halló. Já, blessaður. Allt ágætt bara? Já, ég ætlaði að fljúga einn í dag en það þarf að nota vélina í Reykjavík svo ég verð að fara með til Reykjavíkur og eyðileggja allan daginn hérna. Ég get ekkert gert hérna í dag. Það var hérna dag eftir dag í fyrra og enginn vildi fljúga. Fólk kom og lýsti yfir því að það væri sko ekki, við hefðum ekki mikinn áhuga á því að vera að eyða peningum í að skoða grjót og urð. Það er pínlítið annað núna? Núna allt í einu vilja allir fljúga til að skoða þessa sömu grjót og urð sem enginn tímdi að skoða í fyrra. Það er að ég fegin að ég var með allt borði í vélinni svo ég þarf ekki að gera neitt annað að fljúga bara til Reykjavík. Ómar, er þetta dæmigerður dagur í lífi Ómars Ragnarssonar? Já, alveg skipulagt kaos frá upphaf til enda. Ok, já. Þetta rugl að vera með þetta unlock. Af hverju getur þessi sími bara ekki verið opinn alltaf? Síminn stoppar ekki og þrátt fyrir allt heldur Ómar áfram að skrá niður ferðirnar og reyna að koma skipulagi á óreiðuna. En hvernig verður morgundagurinn? Ég veit ekki, það bara kemur í ljós hvað þessu fólki farið og hverjir eru eftir. Síðan bara. Þetta er eins og Nóbelsskáldið sagði það merkilega við þetta að þetta fer alltaf einhvern veginn. Það er merkilegt, stórmerkilegt. Það var gott að vita af því, þetta fer einhvern veginn. En það eru mikla breytingar í vændum. Ómar hefur tekið róttæka ákvörðun. Í Reykjavík efnir hann til fréttamannafundar. Ómar Ragnarsson boðaði til blaðamannafundar í dag og tilkynnti að hann muni frá og með deginum í dag taka afdráttarlausa afstöðu í umhverfismálum og af þeim sökum mun hann framvegis ekki fjalla slík málefni í fréttatíma sjónvarpsins. Hann segir ekki of seint að hætta við fyllingu Hálslóns. Ég vil benda á að sú þjóðarsátt er möguleg að hinn stórbrotnu mannvirki verði fullgerð án þess að dalnum verði sökkt, en álver í Reyðarfirði fái orku frá Norðausturlandi innan fárra ára. Svæðið verði sett á heimsminjaskrá UNESCO með einu fullgerðu en þó ónotuðu risavirkjun heims og ómetanlega náttúruperlu við hana sem eru ósnortnar í stað þess að vera eyðilegar. Já, Áttu þá von á höggum frá mótherjum? Jú, ég er reiðubúinn eins og spurt þér og heyrðist kannski ekki taka á móti höggum. Ég er reiðubúinn því og er þess vegna til í slaginn strax í kvöld ef í það fer. Það verður að taka þennan slag eins og hann er. Það mun aldrei fara þannig að við sköðumst ekki að þessari virkjun. En ég er að horfa lengra fram og benda á möguleika. Það verður hlegið af honum alveg svo Kjarval þegar það sagði 1948 að verði hægt að sigla hvalbátum til þess að skoða hvali. Og það var hlegið af honum svo lengi að hann lifði það ekki að heyra þegar hláturinn hætti. Það er ekki þessi skipti máli hvort við lifum lengur að skemmur. Ég er bara örlítið sandkorn í milljónum tonna jöklu í þessu máli. Það sem skiptir máli er að hugsa fram í tíman til kynslóðana sem taka við þessu landi og taka á sig allan slag sem til þarf þess vegna. Nú er það Ómar sjálfur sem þarf að svara spurningum fjölmiðlamanna. Hann er orðinn opinber málsvari náttúruverndar sinna. Það er algjört, það er umhugsunarefni fyrir framtíðina að það gerist ekki aftur. Að árabil sé reynt að þagga niður í umræðu, halda upplýsingum burtu og komi veg fyrir að líðræðin út sig. En við erum að læra af fortíðinni en ekki að velta okkur upp úr. Það var kannski full alvarlegur en bara, ok, þetta er mjög. Þetta símalegurinn á mál. Halló. Já. Já, blessaður. Heyrðu, ég var aðtöku hvort að við glemdum ætlum að fá spóluna með 3 mínútna umslaginn sem sýndi þetta í upphæð. Það sjálfum mál. Ég er nýra á Grand Hotel eins og er. Og maður er alltaf svona mikill erill í kringu þig. Það er það. Ágætt er þetta endareksni með ósköpum. Hefur þetta ekki alltaf verið svona? Jú, ég man eiginlega ekki eftir. Ég var annars að voru rólegt barn. Varst þú? Mjög, já. Mamma fór með mig heimsögn til
vinkvenna sinna og setti mig á stól og svo sat ég það bara. Kyrr, gera ekki neitt. Bara að hugsa og spekulera. Nú var það skrítið barn, kallaði prófessorinn. Yfirlýsing Ómars hefur hrist upp í mönnum og að undirlagi hans ákvaða náttúruverndarsinnar að efna til frekari aðgerða og boða til hópgöngu niður Laugaveginn undir kjörorðinu göngum með Ómari, þjóðarsátt fyrir komandi kynslóðir. Og Íslendingar svöruðu svo sannarlega kallinu og liðlega 13.000 manns tóku þátt í göngunni og sýndu þannig hug sinn og samstöðu. Mun fleiri en Ómar hafði nokkuð tímann gert sér í hugalund. En þessi ganga markar þáttaskil. Frá og með deginum í dag verða hlutirnir ekki þaggaði niður. Menn eru svo sannarlega vaknaði til vitundar mikilvægi náttúrunnar. En austur við Kárahnjúka verður ekkert stöðvað og allt gengur þar samkvæmt áætlun. Stundin er runnin upp. Þar eru menn að ganga frá viðvörunarskiltum, því næsta dag er fyrirhugað að loka fyrir rennsli í Jökulsár og þar með fyllist lónið smám saman. Skammt innar í dalnum bíður Örkin og þar er Völundur Jóhannesson, en hann hefur verið ein helsta stoð Ómars og hjálparhella. Ég er að mæla fyrir hvort þú getur nota litla mótorum minn, hvort þessi nógu langur á honum leggurinn. Með því að hafa hann hérna til hlíðar og skekkja svo bara hann í skrúuna þegar hann keyrir, þá passar hann akkurat hérna megin, hérna. En hérna er hann raunverulega, nær hann ekki með svona valla niður fyrir. Svo ætlum ég aðtöga hvort að ég komi fyrir honum snarheitum festingar fyrir árar, svo hann geti, að því ég á ára til þess að láta hann hafa. Völundur, segja mér, hvað finnst þér þetta átakans Ómars? Með bátinn eða allt saman? Já. Ja, það er náttúrulega engin orð náttúrulega að lýsa því beint, sko. Það er náttúrulega, hann er náttúrulega búinn að eini maður sem er raunverulega gert eitthvað í þessu að kynna þetta land og það hefði ekki allir verið hrifnir af henni. Já, þetta náttúrulega hefði jafnvel geta komið því til leiðar, það yrði ekki virkað, það var náttúrulega að versta sem Ómar gat náttúrulega komið til leiðar. Var svona illa komið fyrir Austfirðingum? Nei, ekkert verið heldur bara mönnum norður í landi og norður á Akureyri. Þetta var náttúrulega frekar lagð náttúrulega í atvinnulífinu kannski allt land, ég býst við það að verið. Alltaf eru færri menn á sjónum svoleiðis. En við vorum ekki verið staddir hér austan. Og við myndum ráða að velta þessu steini frá. Þú ert að díla hérna með mann sem er eins og fíll. Það er eitthvað ítt hérna til. Hérna, það komir Völundur. Þetta var nú ekki meira mál. Já, sko. Það er helvið samkvæmlega alla. Lagsi! Jú, það hafði ekki, bara verið ekki undir og Sko, það er engin ástæða til þess að skipta föt fyrir það nauðsynlegt. Ég er með sama bindið og í gærkvöldi. Þangað til að þörf krefur. Það er fyrir. Það er bara svo einfalt. Þetta er svo fáránlegt. Ég er búinn að vera í leikhúsi fáránleikans allan tímann, svo það bara má vel bæta svolítið við. Segja okkur frá því, við erum komin hérna á bátnauðinu sem út með í botni Hjalladals. Já. Margir segja þetta í geggju hugmynd, hvað er til að skýrða út fyrir okkur, hvað er þetta að gera hérna? Þetta er ekki mín hugmynd uppalega, það hét Paul Cox, vísindamaður, heimsþekktur sem var hérna í fyrra. Honum datt þetta í hug. Þetta er algjörlega hlutlaus gerningur til þess að nota þetta tæki og fylgjast með því hvernig þetta gerist. Og á 21. öldinni þá er bara 20. öldin farin. Það komið ný öld, alltaf að vera gegnsætt og við erum að sjá allt sem er gert. Það er hlutverk þessa báts. Báturinn siglir með vatninu hér inn, við getum siglt inn í þessi gljúfur, við sjáum á hverjum degi nýtt landslag verða til sem aldrei hefur verið til áður og við sjáum það hverfa og það verður aldrei til aftur. Það er dýrmætið sem fer undir vatn ef að spurt er það eru sauðárfossarnir sem að falla hérna niður í stöllum. Samhliða því verður drekkt fossaröð í Kringisá, þar sem er hæsti fossinn á hálendinu norðan Vatnajökuls, Töfrafoss. Svona smekkuð útgáfa Dettifossi en alveg jafn fallegur.
Fyrir innan eru stuðlabergshamrar sem eru bæði lóðréttir og láréttir. Þeir munu sökkva. Þar næst mun Árnarhvoll sökkva sem ferkantaður, stórkostlegur stuðlabergshamar sem eins og arkitekt hafi teiknað hann. Eftir það fer rauða gólfið og rauða flúðin og þá gríðarlega mikið listagallerí farið hér í botninum á dalnum og síðan kemur hlé. Eftir það eru síðan allir hjallati hérna fyrir ofan sem eru miklu merkilegri heldur allt það sem ég var að lýsa. Þeir munu sökkva einn af öðrum og maður ofsalega snortinn að koma hér á vori til og sjá að hreindýrin völdu þennan dal og þar sem að ungviði að koma og allt að kvikna. Það eiginlega það sem snerti hjartað mest, að þetta skuli vera fælt í burtu, þannig að þetta dýralíf og jurtalíf hérna, því verður eitt, það verður drepið og það náttúrulega getur aldrei verið gleðilegt. Hvernig losnar hún í hökunum? Slakar á þessu. Ég vil ekki finna það. Og hvernig líður þér? Mjög vel, ég svo fegin því að þetta skuli vera að ganga upp með þennan bát. Það búið að vofa yfir honum að þyki að einhver kæmi og gengi frá honum eins og gengi frá jeppanum að þeim frá eða kæmi hér flokkumann og hent honum í ána úr því að ráðist að svona jeppana þá náttúrulega var maður að fann að titra. Ég var alltaf með plan B og með það enda ef eitthvað gerist fyrir hennar bát kemur fyrir hennar bát þá mun ég sigla samt en ég ætla ekki að upplýsa það fyrir eftir á. Hvernig það Ég skynjaði í gær þetta unga fólk sem fólk segir að sé bara komið á allt annað plan, það bara SMS og tölvurnar og netið og allt þetta. En það einmitt unga fólkið sem ég hrifst mest að í gær. Allt þetta unga fólk sem kom á það og hvernig það hugsar. Ég held að unga fólkið sé vanmetið. Og miskil. Fréttakona frá National Geographic mætt á staðinn. Why are you calling this the Ark? Because it's doing the same thing. I would put into the Ark the flowers and the vegetation that is going to be drowned here. The water coming into the canyon. Seeing new landscape come and disappear. Coming and going, coming and going, coming and going. This is an execution, very slow and very painful. Now I can speak much more openly to you than just a week ago. Now I can tell you what I think about this. I could not when you called me the first time. Byrjað var að safna vatni í Hálslón í morgun þegar hjáveitugöngum Kárahnjúkastíflu var lokað. Sigurður Arnalds, talsmaður Landsvirkjunar, segir að vatnsyfirborðið við stífluna hækki 15 metra í dag. Ómar Ragnarsson, umhverfisverndarsinni, segir daginn dapurlegan. Með þessum gerningi sé gengið freklega á hlut milljóna ófæddra Íslendinga. Lokaði fyrir rennsli Jökulsárvardal hjáveitugöng meðfram Kárahnjúkastíflu á 10. tímanum í morgun. 70 til 100 manns fylgdust með atburðinum sem markar nokkur tímamót í sögu virkjunarinnar og jafnvel Íslandssögunni, því nú margum talað að Hálslón farið að myndast. Engin formlega mótmæli voru sjáanleg á svæðinu en það voru flestir þeirra sem fylgdust með, blaðamenn, fréttamenn, ljósmyndarar, kvikmyndatökumenn eða starfsmenn Landsvirkjunar og Einbreið Síló. Elvist upplifðu menn þó viðburðinn í morgun hver á sinn hátt, allt eftir því hvaða skoðun þeir hafa á þessari líklega umdeildustu framkvæmd síðari tíma hér á landi. Ómar Ragnarsson, umhverfisverndarsinni, staddur á botni Hjalladals 2 kílómetra frá stíflunni. Hvernig lítur þetta út frá hans bæjardyrum séð? Þetta einhvern dapurlegasti dagur sem ég hef lifað á langri starfsævi vegna þess að nú að hefjast hér mestu mögulegu umhverfisspjall óafturkræf sem hægt að fremja á þessu landi. Og að þarf lausu vegna þess að það var hægt að fá orku annar staðar á skaplegri hátt. Og með þessum gerningi hér gengið freklega á hlut milljóna ófæddra Íslendinga. Og slagurinn rétt að byrja daginn eftir að kaninn fór
að þá kemur Rússinn og nú að hefjast kapphlaup erlendra þjóða að stúta íslenskri náttúru þannig að þær geti varðveitt sína. Þetta dapurlegu dagur en ljósið í myrkrinu fólki sem flæddi gegnum Reykjavík í fyrradag. Ertu búinn að gefa upp alla vonum að það verði hægt við þetta? Nei, alls ekki. Bardaginn ennþá í gangi. Ég hef bent á lausnir sem að ég vil gjarnan rökræða við menn og það eru stórkostar hugmyndir þegar komna fram aðra nýtingu þessara mannvirkja heldur menn ætla sér núna. Það enn hægt að snúa við. Sagði Ómar Ragnarsson, Jóhanna Margrét Einarsdóttir tók saman. Ísraelskir embættismenn og ráðherrar boðið í gær hertar hernaðaraðgerðir á Gaza. Svo það bara rífist það hvort þetta snúa við að því fólki vil hafa afsökun fyrir þessu. Svo margir sem vilja hafa afsökun. Já, ef það hefur nú bara minnst á þetta fyrr, þá hefur nú kannski verið þetta snúa við. Margir eru þannig. Það náttúrulega bara að segja þetta sé gott mál. Eftir að lokað hefur verið fyrir rennsli Jökulsár, rís vatnsborði hratt í Lónstæðinu og landslagið tekur stöðugt á sig nýjar myndir. Holtasóleyinn, Íslandsblómið, einnig kaffært í gruggugu jökulvatninu. Örkin fær nú að sinna hlutverki sínu. Fyrir Ómar þetta mikilvæg og táknræn athöfn. Sýnishorn af gróðrinum sett borð áður en haldið í fyrstu ferðina út á lónið. Straumurinn verður sífellt minni eftir því sem vatnsborðið hækkar og nú hægt að sigla inn í gljúfrinn. Já, þetta mikið kastrengur í þessu. Já, við skulum ekki fara inn í þetta. Já, ég alveg sammála Vörður. Við skulum ekki fara lengra, Siggi. Já, nú verður það snúa við. Verður það snúa við. Þetta miklu flottar hérna megin. Þetta geðveikt. Eins og krakkarnir segja. Áður en langt líður hverfa öll þessi gljúfur í gruggugt jökulvatnið. Og ég segi bara að þessi barátta einskis virði ef það ekki eitthvað til að berjast fyrir og það gengur ekki eitthvað erfiðlega. Erfiðleikarnir eru bara viðfangsefni sem hefur sett fyrir okkur til þess að leysa. Og ég nýt þess hverja stund, sama hve illa gengur þetta. Við erum bara alveg saman.